ég tala reglulega svona stókirvandamál. Ég hef farið í gegnum smá stókirvandamálum og mikill jógamaður og líka niður í primal í movement. Ég veit alltaf á hvaða línu streik kallmaður þegar ég spyr þegar hann kvartir bak vandamálinu sinu og ég svona, já, hvað, ertu búin að vera í jóga? Það kemur svona, hvað maður segja, þegar hún bregður smá, þá veit ég að hann ekki í því liði. En þeir fara í hot yoga, sko, allt sem svona mjög heitt eða mjög kaldur pottur, heit gufa, kaldur sjór. Já. Það svona afsökum fyrir að stíga inn á þessu svið. Já. Þú varst kallaði Reynir Harði, það var allan að hamborgari nefndir eftir þér samkvæmt bókinni í Sjöla Blöndósi. En þeir var annars, að smíða í frostinu og einhverjum fannst ég harður, sko. Sem ég sko. Já. En þetta vinn ég að vera mýkri? Sko, það reyndar þannig að, sko, það ekki sérstætt að vera harður. Það miklu öflugur að vera sterkur. Harðir eru oft, sko, ósveigjanlegir og bara setja hnefann í borðið og þú þátt að, til dæmis, sko, harðir gefast ekki upp. En sterkir geta þegar það bara einn í stöðinni, sko. Þú veist, eins og að lappin og vog eða út úr sambandi eða bara segja eitthvað í vinnunni, ég geti þetta ekki, ég þarf hjálp eða við makan eða hvað, sko. Það þarf styrk til að viðurkenna veikleika. Ég voni sem frekar sterkur en harður, sko. Þetta súkkulaði stíki það, kanum trikkim, væna sem ég veit ver, væna sem ég næ. Sumir betur flott, góðu hérna tíminn og við gerum eitthvað gott. Heyrðu, ef ekki keyrið í gang, þú varst ekki átt bókreinir, þess vegna ertu komin inn í podcastið. Atli, þú búin að lesa eitthvað af bókinni, þú ert líka með podcast tæknivarpið og hugmyndina við setja sér svona spjall en ekki eitthvað viðtalsform, þannig að fengum við vanan spjallara með okkur í þetta spjallina Reyni. Bara svona, forvitnin sem að fékk rak okkur til þess að kaupa þessa bók og lesa hana og boðaði í spjall en það var bara, það ekkert oft sem að fólk skrifar ævisögur þegar það er 52 ára eða 53 ára þú 52 ára að skrifa bókina og það kannski heldur ekkert eitthvað rosa viðurkennt í atvinnulífinu þó gerist, það hafi svona stundu gerst í sögunni að fólk að skrifa svona einhverju uppgjörsbækur sinn feril í viðskiptum en svo þetta eiginlega meiri uppgjörsbók við þig. Hvað, viltu segja hlustendum, hvað fekk þér til þess að skrifa þessa bók? Já, og ég var í krísu með sjálf mig og bara persónulega og ég eitt af versta sem menn geta lent í það sko að draumarnir þeirra að stórum hluta degi, draumasorg þegar verður einhver stór breyting og það sem þú hélst að yrði framtíðin þín, það verður ekki. Það er mjög sásökafullt að upplifa það, einhvern veginn það er það versta. það sem átti eftir að gerast, sem þú syrgir sko oft. Lenti svoleiðis stöðu og byrjaði nú bara að skrifa þetta svona fyrir sjálf mig. Af því að sko, ég upplifði bara svona eitthvað tilgangsleysi og veist, hver er ég og hvað á ég að gera næst, þú veist, og ekkert sem ég langaði að gera, sem ég sá, sko. En búin með þetta viðskipta tímabil í minni ævi, í bili allavega, sko. Og þannig ég var sem nú vandræðum sjálf mig, en sko, skrifa þetta bara fyrir mig í upphafi. Og það vill svo til, sko, að meir en helminga af þessar ævi minni hef ég verið viðloðandi fyrirtæki sem ég stofnaði þegar ég var 24 ára og heiti Creative og var svona svolítið sérstakt og svolítið sérstakt fyrirtæki. En það búið til upp rosalega litlu og svo var svona, sá þráður einhvern veginn spunnin áfram til átt í 30 landa og alltaf, þú veist, svona innri vöxtur og
farið í nýtt land og byrjað frá grunni sem sko ótrúlega, það er ótrúlega erfitt þó sér að gera svipað hluti af því að byrja frá núlli og þurfa að kynna eitthvað nýtt á markanum og eitthvað svona sko kenna eða svona disrupta eða innlega ný vinnubröð eða nýja menningu jafnvel sko á rótgrónum sviðum, fjármála sviðum að já, langt svar við spurningur en það var sem sagt þannig var það til að ég skrifaði þessa sögu sem að var síðan hluta til, eða stórum hluta viðskiptasaga þessa fyrirtækis og síðan eitthvað annað sem ég gerð svona minna En og þú segir í bókinu og þú stekkur bara inn allir þegar þú vilt eða bætir við spurningarna mínar sko, að þú hefur heyrt sko að fólk verði oft svona svolítið sem selur fyrirtæki sinni eins og þú gerðir sem það er búið að fylgja mitt þú alveg frá því þú útskrifast úr háskóla og að þá svona kom eitthvað tilgangsleysið mitt og það var ekki í þínu tilfelli sem sagt þú berð þig ekki það er ekki það sem gerist hjá þér það var ekki al tilgangsleysi að þú varst ekki lengur stofnandi og framkvæmdastjóri eða forstjóri Creditinfo. Nei, sko það er nei, ég var með fjölskyldu og ég bara var með minn tilgang þar ég ætlaði að gera þau hamingjusum og svo voru þau farin þá hafði ég ekki tilgang lengur og ég það getur vel verið að einhver leyti hafi það verið svona seinkað tilgangsleysi við það að hætta að vera forstjóri en ég bara fann það ekki fyrir en að það sem að ég hafði farið í þá var farið líka sko og ég eins og margir á mínum aldri sko og öðrum aldri sko hef þurft að fá mikið af ytri viðurkenningu bara til þess að sanna ég sé verðmætur eða slíku við tilveru rétt, þú verður að standa því og þú er ekki nóg að vera, þú þarft að gera eitthvað og það var fyrst og fremst hjá mér annarkvort fjölskylda eða vinna þar sem ég reyndi að leggja mig mjög fram á báðum þessum sviðum sko og svo var vinnan farin en ég hafði fjölskyldu og svo slitnaði upp á því og það er hvorki fjölskyldunni vinn og allt í einu var bara svona krísa sko. En þú varst rosalega ríkur, var það ekki svarið? Þú fékkst rosa mikla peninga fyrir þetta sem þú byggður upp í Creditinfo. Já, margir svona tengja við það eða margir svona telja að það geti verið lykillinn að eiga peninga, geti verið lykillinn að svo mörgu að maður geti bara gert hvað sem er. Þú hefði getað ferðast mörgu sinni kringum heiminn og Já. Ég geta það. Það er rosa gott að eiga mikið peningum og þurfa ekki að ágjöra því. Sko, en það er reyndar þannig að það oft fylgir því miklar ágjör sko. Og sko, ég er ekki að kvarta yfir því. Það er samt þannig að sko, rannsóknir bara sýna að þeir sem eiga mjög mikið af peningum umfram kannski 200-300 milljón krónur sko að við tala svona 2 milljónir evra eða eitthvað komin umfram það þá er að fara að vera kvöð aftur að því fólk fer að líta öðruvísi á þig og finnst að þú getur bara alveg lagt eitthvað til sko styrt hitt og þetta eða borga herri reikninga þegar einhver gerir eitthvað fyrir því allt í nöru reikningarnir orðin miklu herri og svo eru þessar áhyggjur að því að klúðra því. Tappa peningum. Þannig að sko, stöðu áhyggjur er áherstunni nóg eða hvað er í hættu og það er sko allt sem þú átt, þú tengist í einhvern veginn og þau tengsl geta verið óheilbrigð, sérstaklega það er mikið af peningum, þá eiga þeir þig tilbaka sko og þeir kalla á því, þeir segja ekki gefa mig, ekki eyða mig, ekki leggja mig áhættu, passa upp á mig og eitthvað svona sko. En sko ég var svolítið heppið með að ég sá þetta svolítið mikið. Ég hef lært af öðrum sem ég hef séð bara illa verða fávitar sko. Margir verða fávitar, halda að sé eitthvað betur en aðrir að þeir græta peninga og eitthvað svona sko.
þannig ég var alveg tilbúin undir það þegar ég fekk mína peninga. Þeir eru bara þeir eru í fyrirtæki sem þeir eru geymdir og þeir eru ekki þeir eru ekki hluta mér. Sko. Það þetta hjálpar, sko, einhver sagði, þú veist, þú getur ekki keypt hamingju en þú getur fengið, sko, aðeins betri gæði af óhamingju ef átt pening, sko. Og það er alveg þannig, sko. Þú veist, þá einn í fílu einhvers staðar á tenni eða eitthvað, sko. Frekar en, þú veist, ég kallar íbúð eitthvað. En sko, nei, maður þarf að hafa einhvern tilgang. Eitthvað sem kemur þér fram úr á mótnan, eitthvað sem þér hlakkar til, eitthvað sem og helst eitthvað, ég held að til þess að fólk blómstri þá og verði hamingjusamt, sko. Þá þarftu að finna eitthvað sem þú ert góður í. Og það er til dæmis, það virkar alls ekki fyrir, sko, rúmlega 50 mann að bara fara að spila golf eða eitthvað, sko. Þú finnur að getur gert eitthvað og þú átt að gera eitthvað, þú talar fyrir það, sko, að standa þig og skila, þegar þú sérð ekkert hvað ég gera. Þannig að, sko, leiðin hjá mér var svolítið, sko, ég skrifaði þessa bók til þess að ég skrifaði bara ævisöguna mína fyrir mig. Ég var svona að reyna að átta mig á mér, sko. Hvernig er ég komin hingað, hvernig get ég við erum búin að ná allir mínum markmiðum og standa mig hrikalega vel og komum vel fram við, held ég, nánast alla og veist, hvergi sviðin slóð, sko. Nú er þetta með mjög skrif og bara strax í fyrstu köflunum þá ertu svona, já, hvað maður segja kannski hluti sem maður bjóst ekki við að lesa í svona bók, eða svona, þú kemur mjög hreint fram. Er eitthvað sem þið fannst erfitt að svona horfast í augu við og setja niður á blað? Já, sko, viðurkenna uppgjöf, það er erfitt. Ég bara setja það í bók og hún er prentuð og dreift út allt. Það sem stendur ég hafi bara verið í þunglindi og tilgangsleysi og eitthvað svona og það er ákveðið skipbrot sem ég er bara að segja frá. Það er erfitt. En sko, út af því er það verðmætt, sko. Það er það sem að skila manni áfram, það sem er erfitt, sko, og meira segja sásaukin þegar hann verður bærilegur og þú ferð að, sko, sjá svona handan, þú veist, þú ert inn í eldur, menn þú sérð að hann endar hann einhvers staðar, sko, þá verður það tækifæri. Og veist, sásaukin, hann kennir okkur eitthvað og hann á að fara þegar þú ert búin að skilja loksins, sko. Og þannig að á einhverju leyti er þetta svolítið eins og, þú veist, það að deila einhverjum svona tilfinningum, það er heilandi og það er heilandi fyrir báða, bæði þann sem hlustar á það og þann sem að segir, sko. Og þú veist, þannig er ég að taka bara svona, taka þetta á styrum aðeins, bara skrifa þetta og ég fæ, þú veist, kannski einhverja gagnrýni og einhverjum finnst ég vera minni maður að verri, sko, en á móti er ég að fá þessa heilun, sko, held ég. Ég trúi alveg, ég keyri bara á þetta. Og eins og risastór aðfundur, sko, risastór. Þetta er náttúrulega bara stutt síðan að bókin kom út, en hún selst vel, hún er komin á eitthvað sölulista og þú ert svona bara að upplega þetta. Þú ert, einmitt sem segir, þú ferði út í þetta með opin augun að þetta geti, þú veist ekki nákvæmlega hvernig þessu verður tekið. Þetta er skemmtilegt í bókinni þessi svona ákveðst stílbriði sem þú notar að þú ert með svona innri díalóg í gangi meðan þú ert að skrifa bókina sem þú birtur oft í byrjun á sumum köflum og og eru svona skáletra og merkt staðinu sem þú ert að skrifa á. Það mér finnst það skemmtilegt og kemur vel út, þannig að maður svona þú ert svona að lýsa í hvað er undir hjá þér líka í hvað er í gangi á meðan. Já og en þetta er vel skrifuð bók og þú ert að segja það, þú veist, hættur að vera viðskiptamaður og orðið rithöfundur og ætlar að prófa það fram í því. Ég ert að koma reynda með aðra bók í kjölfarið
spennusögu, en þetta mjög allavega verð ég að segja fyrir mitt liti, mjög læsileg og skemmtileg bók og ég verð að segja eitthvað spurning að heyra hvað Atli segir en ég tengi við eiginlega ótrúlega margt þarna og bæði verandi og kannski þeir kaflar sem að svona, eru bara að tala mest til mín á meðan ég hef verið að lesa þessa bók eru kaflarnir sem að kannski þú er komið mest að fjarlæða á þar sem að þú ert að gera upp kannski hluti sem þú ert eftir að gera upp að fullu en það er komið með svona skýra mynd veist, hvað er þitt og hvað er foreldraðina og hvað og svona svolítið einhvern þráðin svona hvað rakaði áfram og bæði rangaráttir og réttar sko og þeir kaflar eru mjög áhugaverðir. Hvað segir þú Atli? Já, ég tek einmitt undir það, sem sagt, skemmtilega skrifbók, svona auðlesinn og líka mjög sanngjarn, sko, þú segir, hvað segir, þú segir náttúrulega, kemur inn á það að minnið er náttúrulega bröðult og maður kannski svona breytir svolítið eftir á og þú ert alveg hreinskilið með það, þú ert ekkert svona að reyna að berja á bringu og bara þetta móti svona bara segi bara að þú geti það mismunið þetta eða þetta geti að vera rögg upplifun eða fleira, þannig að þú gefur mjög mikið rými og mjög sanngjarn á fólki í kringu svona finnst mér í æskunni til dæmis og mjög gaman að sjá þegar þú fer alltaf tilbaka til Wiesbaden í Þýskalandi þar sem þú skrifar og þá koma þessar færslur, þessar skáletru sem Andrés minnst á og það svona setur kaflan oft bara svona í þægilegt samhengi og opnar aðeins fyrir manni þessum þú ert að fara í. Hvernig, hafður eitthvað áður og svarar alltaf bæta við hans spurningu, þú veist, hvernig nálgast það að muna þetta því að margt svona bæður æskunni og fyrstu árum fyrirtækisins, hafður eitthvað til að styðjast við eða skrifaður í dagbækur eða er þetta bara hluti sem að þú hefur margoft rifjað upp áður og átti þess svona í handræðanum? Nei, ég skrifaði árið 2010, þá skrifaði ég sögu fyrirtækisins á ensku fyrir starfsmenn og það kom bara þannig til að ég var ráðinn einhvern starfsmann, ég var svona ég mátti vera yfirmaður og ég var hvað get ég látið hann fá og fatta það er ekkert fyrir alla starfsmenn og þú veist, þeir voru í 20 löndum eða eitthvað og mjög mismunandi og ég reyna að hafa einhverju svona heildstæða menningu innan fyrirtækisins. En fyrir mér er það algjört lykilatriði að búa til rétta menningu og hún sér restina liggur við ef rétta menningin er ef með vitlausa menningu skiptir engum máli hvort með góða vörur eða hugmyndir eða mikið af peningum að fer í fólk en ég hafði það en með æskuna þú veist, ég bara skrifaði það sem ég mundi og svona þessar sögur en svo bar ég þetta undir náttúrulega nokkra, ættingja og systur mínar og þá sem voru með mér í viðskiptunum og einhverju gátu bent mér á eitthvað sem hvað breyttist var vitlaust eða við það helst, hvað var svona helst sem að var eitthvað þráður í því sem að þú varst með svona eitthvað falska minningar eða bara ólík sjónarhorn? Nei, já, ekkert sérstætt Nei, eitt sem ég er mjög sammála og það er ekki gera ráð fyrir hugsunum annara og ég held að það fyrir mjög mikið svona að þú sért eitthvað fabúlera þú ert með greinlega búin að vera með þess að sín eitthvað lengi ekki gefa þér eitthvað álit annara og þegar þú sagði þetta, nú er ég búin að aðeins vera að leika mér í stjórnmálum og þetta er eitt af því sem hann Helgi Hrafn sem ég lít mikið til, sem er í Pírötum hann sagði þetta mjög snemma og þá áttaði mig á því ég var búin að vera að gera þetta allt og mikið og maður á bara alls ekki að gera öðru fólki upp skoðanir frekar bara að spyrja og þú segir þetta að þú hefur verið að stuða fólk með því að bara svona spyrja ertu að hugsa þetta og mér finnst það mjög áhugavert. Já, það er bara betra stuða þá og þú veist, fá þetta hreint hvað fólk er að hugsa það er og það er ennþá verra heldur en að gefa sér eitthvað með skoðanir fólks, það er að gefa sér ásetningin, hvað liggur að baki þú veist
það svo oft sem að menn fara að gera öðrum upp, sko, einhverjar slæmar kendir eða vondan ásetning fyrir einhverju sem þeir eru að gera. Oftast miklu minna á milli manna þú veist, en þeir halda, og sem það í stjórnmálum eða viðskiptum eða þegar einhverju lenda saman. eins og þú segir hana frá Blönduósi það var kannski eitthvað svona að vera að baktala hvern annan en þegar að menn voru komin í glas og voru allir í famlu. Já, sko, yfirleitt. En það samt alveg þannig, þú veist, það sko, þegar ég var alast upp. Ræðum það í boði góðra samskipta. Góð samskipti hafa í 15 ár aðstoðað stjórnendur við að viðhalda trausti almennings, grípa ný tækifæri og að þjálfa stjórnendur framtíðarinnar. Það var einelti. Það var stundað í skólum og utan skóla og þú veist, þetta gat alveg verið hart, sko, sérstaklega einhver skefa aðkomi maður sem að, þú veist, þetta var miklu harðari heimur, þú veist, fyrir 50 árum heldur en í dag, sko. Já, algjörlega. Og þess vegna var líka, þú veist, uppeldi var, þú veist, það var svolítið mikið aðalatrið að börnin yrðu engir auðmýkjar. Þú bara stæðir þig og auðvitað er það síðan það sem að skila þér áfram. En ef við Þetta allt áfram og reynir alltaf að gera betur, sko. Já, við tölum aðeins þessa menningu. Þú segir maður nú oft heyrt culture eats SOPs for breakfast, eða standard operating policy. En hvernig býr maður til hvaða menningu? Sko, það leiðtogi sem að einhvern veginn og leyfir sér að vera þannig og svo ræður fólk sem að passar við það og bætir við það og eykur við menninguna þína og þú hendir út fólki sem passar ekki þegar það gerist. Ég nefni að ég til dæmis í bókinni, þú veist, eitt sem meðanstu vera með kallarembo og svona stæla, þú veist, það skipti engum máli hvað hann hefði verið góður, sko, hann þurfti bara að fara. Og Ég held að það sé rétt að þú getur ekki sett ykkur menningu sem að passar ekki við þann sem á að leiða, þú veist, það mun alltaf verða ráðandi faktor, þú getur ekki skipt honum út, þú veist, svo auðveldlega. Henni. Nema sé komin ákveðin stærð, þannig að þú ert með svona strúktur, þá getur þú skrúa hausinn á og skrúa annan á, sko. Og það var til dæmis, þú veist, ég var sem sagt framkvæmdastjóri þessa fyrirtækis í upphafi, þegar var stofnað 97. 2017 þá hætti ég og verð stjórnarformaður. Þá ég alveg búin að undibúa, þú veist, strúktun, þannig að það eru millistjórnendur sem eru öflugir og þú gerir sjálfan þig ónauðsynlega. Og svo stígur þetta skref tilbaka og það komin annar forstjóri og allir náttúrulega fara fram hjá honum og beint í þig, sko, og halda að þú sitt áfram, það hljóti bara vera því að þú ert fyrirtæki, sko, í hugum marga. Og þú segir nei, ég fann lasíu og það bara slökkt á símanum. Og þetta þarf nýr forstjóri að þú veist að á að vera forstjóri, sko. Það var þannig. Þannig að, sko, þú undirbýr það að verða bara ónauðsynlegur og svo bara farinn með tímanum. Þannig að þetta allt gert, sko, að plana mörg ár fram í tíman. Til dæmis bara þetta, ég ætlaði að losa peninga út af þessu fyrirtæki, en ég ætlaði ekki að gera það þannig að ég yrði festur inni eins og yfirleitt gert, sko. Menn vilja að stofnandinn sé í 3 ár eða eitthvað svoleiðis, sko. Ég sá það ekki fyrir mér að ég myndi vilja vera í vinnu hjá öðrum í 3 ár, sko. Þannig ég þurfti að sýna, sko, áður en að það kemur nýr fjárfestir, einhver stóra að þessu, þá þurfti ég að gera sjálfa mig ónauðsynlega. Já, óþarfan. Það var ekkert svo erfitt. Já, ok. En þú fengið vantar eitthvað viðbrögð frá því að bókin kom út og eitthvað svona flokkar þau eitthvað eftir hvaðan þau hafa komið, svona hverjir að tengja við þessa bók, svona með hverjir hafa keypt hana og haft samband við þig. Nú ert þú úr viðskiptalífinu og það er svona, þú veist, það er kannski svona ákveðin vakning í gangi að tala tilfinningar og það er kannski
tiltölulega hátt hlutfall þeirra sem eru í podcastum að eru svona að setja sig meira á borði, en það er svona í viðskiptalífinu er það ekkert, hefur ekki verið venjan að vera að setja sjálfan sig svona allsberran Nei, fram fyrir alþjóð. nei, ég held bara alls ekki, sko. Og sko, það mátti ekki sýna á þau veikleika, sko. Og það er, sko, þegar þú ert forstjóri til dæmis, kannski með 450 starfsmenn eins og ég var, sko, það er bara ekkert í boði. Þegar þú lappar inn á skrifstofuna, þá þarft þú að vera í góðu skapi og heilsa öllum og láta eins og allt sé í toppstandi og þau líði, sko, rosalega illa. Sérst, þú veist, það er ákveð að skilja við konuna kvöldi áður og þú veist, og alls konar einhver, þú bara hefur ekki leyfi til þess að þú Að þarft leggja að það vera á fyrirmynd, fólk. Verið að vinna með þér. já, gagnvart þeim, sko. Og þá ertu bara, þú veist, með einhverja svona ímynd og þú veist, þá þarf hún að vera út á við og svo kemur einhver allar að taka viðtal við þig eitthvað, þú ert að svara fyrir eitthvað og þú verður bara að vera með allt á hreinu og hluthafafundum og stjórnarfundum og leyni sig, þannig að það er alveg rökrétt að þýðir ekkert að segja við undirmennina ég get ekki sinnt þessu að því ég er bara mér líður svo illa, ég ætla að fara heim og að tjekka út eitthvað. Þannig að það er alveg, sko, það er alveg rökrétt að menn séu bara sterkir og standi bara og það er bara allt í lagi og þið farið það bara til sálfræðingsins síns eða þú veist, það gengur gælu eða eitthvað, sko, sem að miklu fleiri er að taka en þora að viðurkenna, sko. Og það er, þú veist, þetta er svolítið, ég hef áður, sko, fyrir einhverjum 3 árum þá fór ég í podcast þar sem að hann veitti það upp úr mér, sko, að fólk bara spyrja hefur alltaf verið hamingjusamur, ég bara sagði nei og ég sagði ég var bara eins og alvöru þunglindur suicidal gaur, sko. Þeir var unglingur og þá fékk ég rosalega sterk viðbrögð, sko. Fólk sem var, sko, ég vil þekkt fólk í stjórnmálum og forstjóra og alls konar segja takk fyrir að segja þetta, mér líður betur því ég er þarna líka en ég, þú veist, get ekki sagt nokkrum manni það, sko. Og fólk að upplifa það sem að eins og ég í upphafi, sko, þegar maður fari í apóteka að með lyfseðlina sækja lyfin sín þá maður svo gáðast að væri nokkur þar, sko. Einhver skildi sjá mig og fatta og þú veist, það var svo mikið skömm, þessi skömm, sko, sem að þú veist, skömm yfir því að vera ekki betri, skömm yfir því að þurfa hjálp, skömm yfir því að þú veist, það maður sagt bara bæði með eins og að þurfa að hætta að drekka og fá aðstoð við það eða bara til geðlæknis, þetta er sem aumingjaskap, sko. En þetta er ekki, það er ekki svo gott, sko, þú veist, ég er engin aumingi. Ég er fullir af það, en ég hef þurft hjálp stundum á minni ævi, sko. Ég þurfti hjálp til þess að hætta að drekka fyrir 30 árum og með einmitt svona mál og veist það bara einhvern veginn að hætta að skamma sín, sko. Þessi skömm er svo fellega leiðilegt og neikvætt hugtak, sko, sem er út allt og sérstaklega fólk við sjálft sig, sko. Annars stóðst ekki nóg vel, þú skammast þín fyrir þetta, tölum við okkur, sko. Þú útskýrir þetta vel í bókinni, fjallar reglulega eða svona á nokkrum stöðum þetta og tala alveg sko þessi munur á því, sko, hvort hvernig við tölum við okkur sjálf að við erum að ekki gagnrýna eitthvað sem við gerum endilega, heldur erum við gagnrýna eitthvað sem við erum, við erum svona og sem maður sé svona fólki sem er sjálfsöðrugt og með svona heilbrigða sjálfsmynd og á kannski gott með að taka við endurgjöf eða fá uppbyggilega gagnrýni og taka hann borð, það einhvern veginn nær einhvern veginn að aðskilja sig og segir ég er ekki þessi gagnrýni eða ég er ekki þessi tilraun sem ég gerði eða þessi mistök sem ég gerði, þau eru bara eitthvað ok, flott að vita þeim, já, ég þarf kannilega eitthvað að skoða þetta en svona við hinir sem erum í þessu niðurrifi og skömm við fyrir okkur flest, sko.
Já, sem við erum við hlæskarskeimit að og við náum annað ekki að sko, smaskilnaði. nei, og annað, þú veist, að dæma sig fyrir mistök, sko. Og svo smitast það út frá sér, maður dæmir fólk líka, þú veist, fyrir skoðanir þeirra eða, þú veist, er að flokka og umræðan, þú veist, hún er rosalega mikið þannig líka, þú veist, menn er ekki bara, sko, eins og með eitthvað mál, sko, það sem að 90% fólks er sammála 100% af hlutunum, þú veist, þú mátt aldrei vera vondur einhvern út af því hvernig hann fæddist og eitthvað svona, við hljóðum að geta sammála 90% af okkur, sko, og við skulum ekki hafa ágjörð að 10, sko, en út úr því kemur oft, sko, samtal sem er þannig að báðum finnst að hinni einhvern veginn að skamma sín fyrir hans skoðun, þetta verður svo oft einhvern veginn svona að dæma einhvern fyrir skoðunars og Það ánægum ekki að dæma það hart því að það er alltaf þetta skipt skoðun. Það er eiginlega besta við skoðunir. já, og svo náttúrulega er, sko, skoðunin og manneskjan ekki Já, það sam og svo ertu að, þú veist, aftur að gera einhverjum upp, sko, slæman ásetning, skilur. Og ég held líka að við höldum ofta að þetta sé djúpstæðara, sko. Ég hef að fólk getur alveg haft skoðun á okkur og fundist við einhvern veginn eða haft eitthvað svona bara byggt á einhverju mjög litlu sem er örugglega bara genetist eitthvað frá því að við þurftum að hafa skoðuna eða hvort það var eitthvað hættur hérna handa við hotni í frumskoðunum eða eitthvað, skilur, að bara vera alltaf að stuða þetta mynd okkur skoðun, er þessi með mér í liði, er vill þessi éta mig eða hvað, og þetta sé alveg bara svolítið eðlilegt mannskja, en þessi skoðun er kannski ekki eitthvað fastbundin. Og núna ég ímynda mér að, þú veist, oft þegar við erum að velta fyrir okkur einmitt lesa hugsanir annarra eða ákveða hvað tilgangur er að við erum kannski að draga einhverjar álættina af einhverju læki, sko, eða jafnvel skorti á læki eða eitthvað. Já. Og sem, svo þegar maður hugsa sjálfur út í hvernig maður lækar, þá er stundum með maður bara sína stuðning og maður er ekki endilega alveg sammála öllu, eða, þú veist, stundum með maður bara, einmitt það er eitthvað sem maður þekkir eitthvað en eitthvað sem er ósammála kannski lítur á þetta sem eitthvað mjög úthugsað afstöðu, sko, sem það er sjaldnast kannski. Tekur lítið upplýsingum og álettar stórt út frá því, sko. Já, en það er, sko, það er rosalega frelsi í því að sko, reyna að hætta að dæma aðra, hætta að dæma sjálfan sig, sko. Og finnst þetta er tengt? Já, það er, ég held að sé mjög tengt, sko. Þeir sem er að dæma sjálfan sig, þeir út á við dæma aðra. Og ég held mjög oft, þeir sem þú sérð mikið reiða opinberlega, þeim líður ekki vel inn í sér, sko. Og eru kannski að gera athugasemdir við hvernig fólk leggur bílunum sínum og deila þeim upplýsingum í Facebook-grúppum og annað. Það er svo reiði er svolítið giveaway, sko. Að því að hún, sko, ef þú þarft að skipta dekk á bílnum þínum og nærði ekki af eða eitthvað, það er alveg staða sem reiði getur verið góð, sko. Og við höfum þetta tæki í okkur, sko. En svona umfram það og í samskiptum við annað fólk, það, þú veist, ég er reiðið 1000 sinnum og í 999 skipti hefði ég betur sleppt í, sko, skilur þau. Og en það er bara síðan, sko, það er þetta orð fullorðin sem að við höldum af síðan þegar við 20 þá sé þetta bara klárt. Líkamlega og andlega þú bara fullorðin. Þetta er villandi orð, meinarðu? Já, þetta er agalegt, sko, af því að við erum ekkert full orðin. Við eigum að vera að þroskast alla ævi, sko. Veist, ég held því til dæmis fram, sko, þessi krísa sem ég skrifa bókin í, sko, hún skilar mér, sko, miklu betri og þroskaðri mannesku, sko. Og en sko, sumir geta lent í því að krísan gerir þá bara verri, gerir þá reiðari eða bitrari eða eitthvað svoleiðis, sko. Og allavega í augnablikinu þá finnst mér þessi framvinda síðust 2 árin eða svo, að hafa skilað mér rosalegum verðmætum, sko. Að hluta til að ég hafði gæfu til þess að segja bara, ég þarf bara að skoða þetta og fá jafnvel hjálp og tala við gott fólk og var til sálfræðinga
þú veist, það, það í raun og veru sko, það þarf hugrekki til þess að gera að biðja og það svo skrítið en samt skömmustu okkur sko, fyrir hugrekki eða fyrir það sem að þurfti hugrekki til þess að gera sko. Þannig þess vegna ég núna svolítið bara að segja bara hvað sem sko. Það bara frelsandi. Og þetta eins og segir kannski sko, oft bara skynsama, þú veist, að því að það svona tengt við þegar fólk einmitt að opna sig kannski, eitt að vera reiður óbyrlega, eitt að vera einmitt svona þakkláttur óbyrlega og óbyrgskára að þetta sé eitthvað svona óskynsamlegt eða eitthvað slíkt sko, en og það er svo sem þetta gera þetta óbyrlega og ekki óbyrlega, en er það ekki skynsamlegt að þið leiti einmitt að gera hlutinu upp, þá losnar einhverja gamallar fortíðar á manni og maður getur haldið áfram og verið, þú veist, eins og þú upplifir, þú komst ekkert áfram að þess að þú þurfa að takast á við, þú veist, þessar hluti sem þú fannst að voru í ólagi. Þannig að sko, maður finnur að fólk er oft svo árum saman að halda í, þú veist, það er kannski einhverju málarekstri eða þú veist, í staðinn fyrir stundum er kannski bara betra einmitt að gefast upp og þú veist, þurfa ekki að berjast, sko. En það er þetta eins og í lífi og viðskipti, sko, og viðskipti bara forma af lífi fólk, sko, að þú þarft að velja orðstöðnar og stundum eins og þessi var svolítið nasti, sko. Það var erfið, en ég þurfti að taka hana. Ég hefði alveg getað, stækkaði lyfjaskammtinn og þrammaði áfram og eitthvað, sko, og reyndi það svo sem einhverju leyti, sko. En ég til mig var á kvíða þunglyndislyfjum í 27 ár og ég er búinn að vera laus við þau hálft ár núna og það hefði ekki gerst held ég ef ég hefði ekki, lent í þessari krísu og þú veist, tekið rétt á henni held ég. Þannig að það er alltaf tækifæri, sko, í erfiðleikum til að vaksa, sko, og þroskast. Hvaða lærdóma getur gefið manneskjum sem eru íhuga að skrifa fyrstu sjálfsævisöguna sína? Sko, og það er sjálfst fyrir mig að játa það, sko, það sem að fór á endanum til almennings er ekki það sem ég skrifaði allt saman. Og það er bara, það sem gerðist var að ég fór að deila þessu með vinum mínum, ættingjum og fólk fór að segja, ok, takk fyrir þetta og ég hef þetta með þetta að segja og svo fóru margir að segja, þetta er merkileg saga. Myndirðu þora að gefa þetta út? Segja þessa hluti? Ég segi bara, já, ég held það. En ég fór samt yfir og ég tók hluti út. Eitthvað skrifaði ég í reiði og fannst kannski þarna að vera tækifæri til þess að koma minni hlið hressilega framfæri og eitthvað svoleið, sko. En svo það var bara, ég fann það að, þú veist, þetta er ekki vettvangur fyrir, sko, eitthvað svona ná sér niður á einhverjum og þannig að það er ekkert sem ég skrifaði kannski eitthvað í upphafið til þess að svara einhverjum og jafnvel særan á móti, sko. En það er ekkert svoleiðis, þú veist, markmið að upplýsa, ekki að særa og þú veist, þannig að sko, ráð til fólks, fyrst skrifar bókina fyrir þig og gerðu það bara. Ég segi bara, farðu og gerðu það, sko. Og þetta er fyrir þig. En töpuðu alla. Nei. En sko, síðan skrifar bókina fyrir lesendurna. Og þá verða breytingar. Eitthvað, sko. En það var samt þannig að þú veist, ég gerði alveg einhverju hluti sem ég bara skammaðist mér fyrir en ég leiðum samt að standa. Af því að það er bara... Af hverju var það mikið það? Sko, bara til þess að þetta sé, þú veist, satt. Þú veist, þessu úlingafyllið á mér og svona rugl, sko. Og eins að
að vera ekkert að leyna því af hverju, eða þú veist, ég lendi í bara mikilli sorg út af, þú veist, þessu sem ég sagði upp þú veist, að tapa draumunum og eitthvað svona, þú veist, þetta er bara sannleikurinn, sko, og ef ég ætla, sko, ég gerði þetta af því að ég held að sé svo margir sem að, geta einhvern veginn nýtt sér þetta, og ég er búin að fá að staðfest, sko, bara síðustu 2 vikur. Það eru 20 manna búin að senda á mig og segja bara, takk fyrir að ég tengdi við eitthvað og mér líður betur að, þú veist, að sjá að það eru fleiri, þetta sem við tala áðan, sko, það er heilandi að deila, sko, fyrir Það báða. bætt mér að þann lista, sko, hafði þau alveg þau áhrif að setja að staða svona hugsun hjá mér einhver svið þar sem ég geti þurft að horfa með kritískum augum á og gera úrbætur, sko, þannig að ég held að það sé þessi heiðarleiki og að þú sett ekki hlífa þér, sko, sem að er manni smá innblástur þar, sko. Já, það var þú veist, þess vegna þurfti að bara vera, sko, hefði getað farið yfir bókina bara á einu degi, látið hann að líta út eins og ég væri, sko, algjör spaði, sko, og bara með allt á hreinu, skilurðu, ekkert mikið mál, en þá, hvað segirðu, Alli? Ég veit svona bók eins og Art of the Deal sem Trump gerði. Já, alveg bara, en sko, það var ekki markmið, þú veist, mér finnst ég ekki þurfa einhvern veginn að fá, þú veist, sko, viðurkenningin sem að ég hún þarf að koma innan frá, og þannig að, þú veist, ég er raunverulega ekki að sækjast eftir henni, þannig að það er alveg hlutir hann sem að, þú veist, og var alveg, þú veist, útgefandinn og ritstjórinn sem ég fekk sagði, þú veist, viltu segja þetta? Og ég bara vil alveg segja þetta, og það er einmitt sem gerir þetta verkum að fólk sér þetta og segir, þú veist, ég er nú svona líka en ég hef ekki þorað að segja það, og þú veist, get ég lært eitthvað hérna af þessu. Það verðist þér svona samband á milli að ef maður er með smá svona berskjölduna þingu sem er svona orð sem er nýbúin að taka inn í minn orðaforða, sko, að það er yfirleitt, þá er það eitthvað sem var þess virði að segja, sko, að maður er svona svolítið að velta fyrir sig eftir á hvort að maður hefði kannski ekki átt að segja það, sko. Já, það sem erfitt lætur þig vaksa. Þú veist, það er bara eins og, þú veist, ef þú fer í ræktina og þú bara lappar aðeins á brettinu og þú veist, með 5, þú veist, það verður að vera erfitt. Þú veist, þá styrkist þú, sko. Og Já, samanlega. Sko, ef það væri ekki þarna sem mér finnst svona alveg mörgum að hefða þetta að vera, þú veist, þá hef ég ekki challengað sjálfur mig, þú veist, það þarf að vera svolítið láskorum, sko. Og eflaust eitthvað annað svona sem að. En aðeins að lokum, ég hef þetta áhuga kannski bara að fá því aftur ykkur mann í spjall ekki tengt bókinni reynir og en þú veist, þú ert meðvitaður það sé kannski ekki hollt að leita sér til viðurkenningu, ertu búin að sjálfa það fyrir þér, taka móti bókmenntaverðlaunum forseti Íslands á Bessastöðum fyrir þessi bók, eða er eitthvað sem þarf að varast í þessari vegferð sem er núna framöndan? Sko, ég held bara örugglega þarf ég að vara mig að sko fara ekki að reka sjálfum mig áfram og gera væntingar einhverja svo verðlaun eða eitthvað svona sem ég verð síðan, sko, bara fyrir vonbrigðum með að ná ekki, sko. En ég held að ég sé, þú veist, það er náttúrulega búin að vera, þú veist, ég skrifaði þetta í fyrra og það er búin að vera svolítið tími sem ég haf haft til að undirbúa mig andlega, og ég sé þetta einhvern veginn þannig að ég held að bókin, veist, ef ég er ófeimið að tala eins hana og fólk veit að henni, og landið er náttúrulega ekki stórt, sko, og sérstaklega kannski, veist, ég er svolítið að tala til kannski manna í svipum aldri og svipari stöð og ég, sko, og það er ekki svo erfitt að ná til þeirra, sko, að vita þessu, að ég held að, þú veist, þetta fari, bókin lendi þar sem hún á að lenda, einhvern veginn. Svo ef ég get bara trúa því, þú veist, þá verður þetta allt í lagi, þetta fer bara sem fer, og ég er ekki að fara
ég er ekki að fara, þú veist, vera óánægður með sjálfa mig ef að það fer þannig að það seljist bara 500 bækur eða eitthvað svoleiðis, sko. En sko, en ég ætla að selja fleiri. Heyrðu, við Þú sjáum veist, ég trúi, þú veist, það er ekkert farið, þú veist, og ég ætla að, það er önnur bók að koma, þú veist, ef ég ætla að vera rithöfundur, sko, þú veist, þá ger ég það. Já, já. Já, ef maður Heyrðu. lært að ég lesa því æsku þá þú ert hardulur og þú ætlar að taka þetta áfram gangið vel. Ég ætla að gera þetta, já. Takk fyrir fyrir mætingunni í að fá mig. ræðið það. Gaman að hérna lesa bókina og ég ætla að klára hana, ég er ekki alveg búið með hana en hérna ég mun lesa hana, ég mun geta hitti og sagst hafa lesa hana spjaldan á milli, hún er það góð, mælum með henni. Já, takk fyrir það. Fínt veður úti og ég labba niður í bæ. Þeir ofan, allt í lagi, þetta súkkulaði stíki það, kannum trikkin. Væna sem ég vil vera, væna sem ég næ. Sjöfull verður flott, góðu hérna til mín og við gerum eitthvað gott. Mókidóki, bjórskál að vera að vinna, hvað sem er til að fá þig til að svitna. Byrjaður að hitta hana, virkar alltaf vel að flexa pínu vöðvana. Segir við hana, búin að snúa stugur. Eins og Fred Astaire, læt í ganga á köflunum, gef mér parkett fermetr og ég steppaði úr fötunum.